Velkomin í Augnablik iðnaði, hlaðvarp iðnaðarfræðsluseturs. Helen Grey heiti ég og leiðtogi alþjóðaverkefna hér hjá iðunni. Ég fæ til mín innlenda og erlenda gesti sem eiga það sameiginlegt að hafa upplifað það að starfa í öðru landi með styrk frá Erasmus+, sem tilheyri mennta áætlun Evrópusambandsins. Markmið með þessum ferðum meðal annars að auka faghæfni, efla menningalæsi og kynna Evrópu sem eitt atvinnusvæði. Í dag komin góðu gestur, nýsveitn í bakstri, Hekla Guðrún Þrastardóttir og ætlum við eiga saman smá spjall ævintýri hennar. Velkomin Hekla. Takk fyrir það. Mér langar bara aðeins að byrja að spyrja þig svona, hvert fórstu? Hvað varstu lengi? Í hvað fæi? Og já, svona, hvað var svona þín svona fyrsta svona tilfinning þegar þú labbaðir inn á þennan nýja vettvang í Evrópu? Ég fór til Austurríkis og var í Vínaborg og var í bakari þar, sem bakari. Okay. Fyrsta upplifun mín var bara góð, bara spennandi. Var þetta eitthvað svona svipað eða svona þegar þú komst þarna inn í þetta bakari? Hvað heitir bakarið? Þetta er Parami. Parami, ok. Og þetta er í eigu þá, hvað er þetta, fjölskyldubakari eða er þetta keðja? Já, þetta er hjón sem eiga þetta bakari. Ok, já. Þetta er franskt bakari. Já. Maðurinn er franskur. Ok. Og þetta er bara lítið og sætt. Já. Ég nú bara að skoða heimasíðuna sko, og það virkaði ekki lítið sko. Nei, það er mikið af vörum og flottum vörum og mjög fjölbreytt. Já. Og voru nemar þarna? Já, það voru rosalega mikið, með mér voru alveg nokkrir líka með Erasmus styrk. Já, ok. Frá öðrum löndum, frá Þýskalandi og Danmörku. Já. Noregi. Og voru þið svona spjalla svolítið námi og hvernig það er svona uppbyggt í Löndunum? Já, þetta er alveg mismunandi hérna á Íslandi og þarna úti. Ok, hvað var það þá svona helst? Það er náttúrulega konditornámið, það er hérna. Það er miklu meiri sérhæfing. Já. Meðan hérna tökum við þetta í einum pakka. Já. Sem að hjálpaði mér alveg úti. Já, einmitt. Já. Þannig að það er svona, við fáum kannski svona innsýn inn í þennan kökuheim í gegnum námi hérna heima, en kannski vantar svolítið sérhæfingu. Já, kannski, já. Já. Hvað varstu lengi? Ég var í 4 mánuði úti. Já, það er nú bara vel gert, sko. Já, það var. Og engin heimþrá? Nei, fjölskyldan var duglega að koma í heimsókn og þannig að það er. Segðu mér, hvað var það svona sem hvattið til þess að sækja Erasmus styrk og fara svona á vita ævintýrana? Það var bara hljómaði vel sem næsti kafli eftir útskrift. Já, og hvar sástu auglýsingu eða bara heyrður þetta? Hvernig kom það til? Já, ég heyrði bara þetta frá öðrum bökurum sem hefðu farið úr bransanum. Já. Þegar þú komst út og komst lappar hann inn á þetta nýja vinnustað, fannst þér svona öðruvísi svona komið fram við þig eða heldur en þú kannski svona ert vön hér heima eða var móttakan öðruvísi? Mér fannst móttakan mjög góð. Já. Það var það voru allir bara rosalega bara vinnalegir og voru margir duglegir að bara sýna mér og hvað allt væri og en alltaf tungumálið ég var ekki komin langt í þýsku. Okay. En það er þá lítið tölu enska? Nei, það var bara gleymt stundum að þetta er bara það er bara tölu bara þýska og eða segir maður austurísku, ég veit það ekki. Þetta er í rauninu bara þýska. Já, akkurat. Sveipa. Já.
En þannig að það var góður undirbúningur og tekið vel á móti þér og svona. Já. Fannst þú standa vel svona faglega? Já, mér fannst bara ganga vel og faglega. Já, frábært. Gaman að vera Þannig nýtt. en þú hefur svona fundið það að þú staðið á góðum grunni með þitt sveinsprófi í bakstri. Já, mér fannst það. Koma inn í, þú veist, bakari í Vínaborg. Já. Það er svona svolítið stórt. Já, mér fannst ég ekki vera að koma sem sagt bara Blauta bak við eyrun. Já. Einmitt. Það er gott að heyra. Er eitthvað svona einstakt í þinni upplifun þannig í bakarínu þessu umhverfi, svona eitthvað sem svona, eitthvað einstök upplifun eða eitthvað svona aha-momentin sem maður segir? Bara hvað sem sagt út af því að það var alveg frekar snemma sem að ég hugsaði að ég væri til í að vera hérna. Já, þú fannst þú vera svolítið svona bara að þið leið vel að vera hérna. Og hérna, en ég ákvað alltaf að bíða eins, ég vildi ekki vera að fara, ég vildi svona, ég leiði þessari viku klárast líka og bara hvað allir voru spenntir og vildi hjálpa og svona þegar að það var komið að því, sko. Þannig að þú ætlar að fara aftur? Já, þau buðu mér vinnu og ég fer og byrja bara í byrjun janúar. Vá, en spennandi og bara flytja. Bara. Þetta er svolítið svona þessi, hvað segja, Erasmus í hnotskur, það er þetta að þú veist, tækifærin eru allstar í Evrópu. Já. Þannig að, vá, en gaman. Já, mér hefði ekki dottið í huga að flytja til útlanda, sko, áður en að ég hefði áður en prófaður að fara svona, í gegnum svona Erasmus áallunina. Já, þetta ég fæ eins og þessi bara gæsahúð. Þetta er svo frábært að þannig þetta, þessi reynsla, hún er að hafa áhrif á þig bæði sem fagmannsku og persónulega. Já, ég myndi segja það. Alveg frábært. Ef það svona, ef þú ættir að lýsa reynslunniðinni bara svona í bara svona 5 orð, bara sem kæmi bara upp í hugan. Þú veist, er það fagmennska, gleði, eða hvað er það svona sem lýsir svona þinni reynslu best? Þarna úti? Já. Já, ég myndi segja að væri gleði, fagmennska, tímasetning. Maður er náttúrulega, ég svo veginn að vera bara á bíl hérna og keyra en það er náttúrulega, ég þarf ekki ráð fyrir að labba á lestastöðina og fara í lestina og það er svona aðeins meiri tími sem það þarf ekki ráð fyrir. Skipulag og bara gaman. Gaman, já. Það er bara það sem skiptir máli, sko. Að maður á að hafa gaman. Komstu heim einhvern minjagrip? Já, ég keypti svona litla jólakúlu til að setja á jólatréð. Æðislegt. Og hvað finnst svona, vinum og fjölskyld og svona, þú bara ung kona bara ætlar að rífa þig upp og drífa þig bara út á vit ævintýrana? Þeim finnst það bara geggjað. Þetta er náttúrulega svona, afsökun til þess að fara til útlanda, og fara spennandi og núna nú nýtt bara tíminn og það var bara algjörlega. En er það svona eitthvað þarna við þetta bakari, er það eitthvað svona sérstakt sem þau eru að sérhæfa sig í, svona faglega, sem svona hefur kannski svolítið kveikt í þér, eða var þetta kannski fyrst og fremst fólkið eða? Það er náttúrulega fólki spilar stóran part en þetta er svona franskt og lítið og vandað og mikið handverk. Já, mikið, og hvað þau leggja rosalega mikla áherslu á og þrífa rosalega vel og það var bara fyrsta sem ég sá var bara hvað er reynt. Já, einmitt. Þannig að þetta er alltaf gert kannski alveg bara leið og allir eru að þrífa sína stöðvar. Já, það er bara það er áhugavert. Er eitthvað sem þú myndir vilja deila með þeim sem eru að hlusta
sem að velta þessum svona Erasmus námsmanna skiptum fyrir sér. Það eitthvað svona einhver ráð eða sem þú myndi vilja deila með kannski tilvonandi, kannski nýsveinum sem eða nemum sem að spá í þetta? Já, bara kýla á það og þetta svo, þú veist, það var alltaf bara, ef það var eitthvað, ef það hefði komið eitthvað upp á þá, það svo haldið utan mann, það var ekkert það engin óvissa. Já, þannig þú veist að tala hvernig Iðan hélt utanum þig þegar þú ferð og svo vorum við líka með móttöku aðala úti. Já. Frá IFA sem eru samstags aðal okkar í þessu. Þannig það var mikið öryggi í því. Já. Það var frábært. Þannig að Hekla, ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra og var bara frábært að heyra svona frá þinni reynslu og að bara þessi hvatning sem kemur frá svona, ungu fólki sem svona leggur í að fara í svona ferð. Þetta meira að segja en með góðum stuðningi og áhuga og frábærum móttökustöðum og eins og klárlega þú hefur upplifað og ætla bara fara aftur, þannig að það alveg geggjað. Þannig bara takk fyrir þetta, Hekla. Takk fyrir mig. Já, takk.